Góðan daginn, velkomin á 584. fund bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar, haldinn í fundsal Breiðumýrar 20, þriðjudaginn 24. september 2024, klukkan 17:00. Mætt eru Halldór Benjamín, Sandra, Dagný Sif, Jóhanna Ýr, Friðrik, Alda, Atli Viðar, Pétur og Íris sem einnig ritar fundargerð. Einhver athugasemdir við fundarboð? Engar athugasemdir við fundarboð, þá höldum við dagskrá og það eru tveir liðir á dagskrá. Og fyrri liðurinn er verkönnun á lóðaframgangi við leikskólann Óskaland og gera verkönnun í verkið lóðafrágangur Finnmörk 1 og barst Hveragerðisbæ 1 tilboð í verkið frá Garðþjónustunni ehf. sem hljóðar upp á 70.538.100 krónur og orðið er laust. Friðrik er svört. Já, forseti, ég reikna með að það er að samþykkja þetta tilboð í lóðafráganginn sem er töluverð upphæð, 70 milljónir fyrir þetta verkefni og við fulltrúar D-listans erum með eftirfarandi bókun við þetta. Bæjarfulltrúar D-listans hafa frá upphafi verið ósammála þeirri leið sem meirihluti bæjarstjórnar ólista og framsóknarvöld að fara í við uppbyggingu leikskóla í Hveragerði. Það vekur furðu að ekki hafi verið samið í upphafi verksins lóðafrágang og innanhúsinnréttingar og nú bætast við 20 milljóna króna aukakostnaður við þessa viðbyggingu sem lendir á sveitarfélaginu við viðbyggingu sem meirihlutinn hefur skuldbundið sveitarfélagið að leigja til áratuga. Það var ljóst að leikskólaviðbyggingin verður ekki tekin í gagn í desember líkt og fulltrúar meirihlutans hafa ítrekað haldið fram, heldur mun samkvæmt þessum tilboðum ekki verða fyrr en í byrjun nýs árs þar sem verklok þessara verka eru áætluð 15. desember. Bæjarfulltrúar D-listans eru enn þeirrar skoðunar að skynsamlegast hefði verið að fara strax í að byggja nýjan leikskóla í Kambalandi. Það hefði vel verið hægt að áfanga skipta byggingu hans og þannig hefði fjármunum íbúa í Hveragerði verið betur varið. Fulltrúar D-listans hafa frá því að tillagan viðbyggingu leikskólann Óskaland kom fram lýst yfir áhyggjum sínum yfir þeirri leið sem meirihlutinn valdi að fara og sitja því hjá í þessari atkvæðagreiðslu. Takk fyrir þetta, Friðrik. Aðeins til að bregðast þessu talur leigu til áratuga en það er 7 ára samningur leigusamningur sem endurskoðar 7 ára fresti. Einhver bregðast til þessu? En þá liggur hérna fyrir að taka tilboði Garðþjónustunnar ehf. Í verkið. Þeir sem samþykkið í gefa merkið. Þeir sem sitja hjá. Meirihlutinn situr hjá. Þá höfum við seinni dagskrárliðinn sem er verkönnun á innréttingum í viðbyggingu leikskólans Óskaland. Gerð var verkönnun í verkið Óskaland innréttingar. Hveragerðisbæjar bárust 4 tilboð í verkið en 1 tilboð var metið ógilt. 3 gildandi tilboð eru og það er frá Ágústi Guðmundsson ehf. upp á 51.151.000, GKS ehf. og 71.133.815 krónur og Trésmiðjan Stígandi ehf. 40.862.745. En orðið er laust. Enginn hverðis. Pétur, Björnsson. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir góðir tilheyrendur. Ég kveð mér hljóðs til þess að fara kannski bara örlítið yfir málið. Það er náttúrulega gert ráð fyrir þessum 2 verkum í áætlun ársins. Þannig að það lá alltaf fyrir að það þyrfti að fara í lóðafrágang og það lá fyrir að það þyrfti að fara í þetta innréttingar og lausamunir, ef við getum kallað sem svo. Það er hins vegar svo og við höfum alveg farið yfir það að verkið tafðist þó nokkuð, þannig en það hefur verið mjög góður gangur á verkinu frá því í maí og þau mál sem hafa komið upp hafa bæði verið unnið faglega og skilvirkt, ef við getum sagt sem svo, af öllum aðilum sem koma að. Nú erum við einfaldlega á þeim stað að það þarf að klára þessa þætti til þess að geta opnað viðbygginguna. Við gerum ráð fyrir því að í desember opni þessi viðbygging og við getum tekið í gagni þessi leikskólapláss. Svo erum við bara að sjá hvað tíminn leiðir í ljós. Auðvitað erum við örlítið háð tíð og vetrarafkomu, við getum bara orðað það þannig að
En ef að okkur reiknast vel til þá held ég að þetta geti gengið upp og við róum öllum árum að því. Kannski meginatriði þá að þegar að þessi viðbygging opnar og við getum opnað nýja deildir og þá einfaldlega aukast leikskólaplássin sem er brýn þörf á í Hveragerðisbæ og það er náttúrulega megin markmið okkar allra sem að þessu standa. Þannig að það er að mörgu leyti áfangi að klára samþykkt þessara tilboða til þess að geta farið af stað með þessi verkefni. Þetta eru góð fyrirtæki, svo ég segi það nú bara, og við erum búin að athuga svolítið bakgrunn og annað, þannig að við væntum mikils að þessum aðilum sem er að ganga til liðs við okkur. Þannig að og svo bara verða bæjarfulltrúar upplýstir gang mála en það er með samhentu átaki sem hefur verið gangurinn frá í maí, þá hef ég sjálfur trú á því að við klárum í höfn í desember og þannig leggjum við upp með samþykkt þessara tilboða. Takk fyrir þetta, Pétur. Jóna. Takk forseti og takk Pétur fyrir þessa yfirferð. Ég bara lýsa ánægju minni yfir þann kraft og sem hefur verið settur í verkefni núna af því að eins og Pétur fór yfir þá gerum við ráð fyrir því að það verði opnaður leikskólinn í desember sem er náttúrulega kappsmálið og ég auðvitað stendur það svolítið að fella með tíðinni en mér langar líka að bæta því við af því að það var talað næsta leikskóla sem er bara nú þegar fara að leiða hugann að í Kambalandinu. Við erum náttúrulega komin að staði í fjárhagsáætlunina og aukinn þungi verður auðvitað settur í það núna fram að desember fundunum. Og innan þeirra áætlunar munum við að sjálfsögðu setja næsta leikskóla af því að við vitum þá alveg þó að við komum til með að leysa einhver pláss núna þá er bara það mikil fjölgun í Hveragerði að við þurfum að halda áfram að taka á móti barnafjölskyldum og hlúa fjölskylduhópunum. Takk. Takk fyrir þetta. Mér langaði bara að nefna að ég var á kynningarfundi fyrir deildina hjá stráknum mínum á Óskalandi í morgun og þar kom sérstaklega til tals þessi viðbygging sem er núna í vinnslu og við erum að taka næstu skref í og það virðist vera mjög mikill spenningur í loftinu fyrir nýrri byggingu og það liggur fyrir að allar deildirnar sem eru inn á Óskalandi í dag að þær eru færast út í þetta nýja húsnæði og þar með talið drengurinn minn og það er mikið talað það að þessi arkitekt sem að koma að þessari vinnu að hún hafi bara staðið sig gríðarlega vel og þeir sem að standa leikskólanum eru bara ofboðslega ánægð með uppleggið hjá henni í þessari viðbyggingu og tala sérstaklega svona hvað er hugsað út í ýmsa hluti út frá sjónarhorni barnsins sem að ekki hefur kannski sést mikið af áður þannig að það er bara mjög gleðilegt að heyra. Ég bara hlakka til að sjá deildirnar rísa á árinu og taka þetta í notkun fyrir árslok. Takk fyrir. Ekki fleiri, þá ég með stutta bókun frá meirihlutanum. Hún hljóðar svo. Tilboðin sem eru til samþykktar í bæjarstjórn eru í verk sem þurfa að klárast, lóðafrágangur og innréttingar. Og gert var ráð fyrir fjárhagsáætlun til að náist að opna nýja viðbyggingu leikskóla Sjónskalt. Þessi áfangi gleðiefni í þeirri vegferð og auka við leikskólapláss í Hveragerði. Nú er brýnt að tryggja aðgengi, bílastæði fyrir foreldra að leikskólum sé gott, sérstaklega ljósa þess að börnum gleðilega fjölga í Óskaland þegar nýbygging er komin í gang. Þetta er þetta meira. Voru fleiri? Já, ég var en það er kannski alltaf lagi að ég fara undan af því að það bara kannski getur svona brugðst yfir hvernig það er. Nærlega? Já, ég sá einu sem. Forseti. Nú hefur við verið að tala þessa fjárfestingu í viðbyggingunum á Óskaland sem að meiri og minni hluti hafa kannski ekki alveg verið í takt með uppleggið eða ekki alveg sammála og það er svo sem gott að blessa, það er ekki allir alltaf sammála allt en hér erum við og erum núna að hefja svona aðalþungan í vinnunni hjá okkur inn í fjárhagsáætlunina fyrir komandi ár og við viljum endilega bjóða ykkur eins og fyrri ár að taka þátt í þeirri vinnu með okkur
og okkur þætti vænt að þið myndu þiggja það boð í ljósi þeirra tíðar sem á undan gengin, þar sem okkur hefur nú gengið betur í samstarfi heldur en kannski beint eftir kosningar og vonumst til þess að þið takið vel í það boð að þessu sinni, en þið væntanlega ræðið það eitthvað í framhaldinu og látið okkur svo vita, en það eins og við öll veitum langbesta tækifæri til þess að láta að sér kveða í svona ákvörðunum, taka þátt í þeirri vinnu og betur sér augu en auga. Við bara fögnum því að þið viljið stíga inn í þessi næsta skref með okkur. Takk fyrir. Takk fyrir ykkur. Já, forseti, takk fyrir gott og við ræðum þetta væntanlega í okkar hóp. En bara varðandi þessa leikskólabygging eins og Dagný kemur inn á þetta, höfum tekist á þetta, þessa aðferðafræði sem var farin í að byggja þannig. Við viljum þetta ekkert frekar en það komi hér fleiri leikskólapláss og við erum bara algjörlega ósammála þessu hvernig var staðið að þessu. Þannig að það kom bara fram að við séum ekki á móti fleiri leikskólaplássum, enda ég bara sjálfur í þeirri stöðu að vera með barn sem hefur ekki fengið leikskólapláss. Þannig að þetta er bara að það kemur skýrt fram. Takk. Takk fyrir það, Friðrik. Flesti. Right. Þá þurfum við að fljúga, þá er fundið slítið ekki, fljúga útsendingu og... Já, hérna var það samþykkja. Já. Ég er að flýta bara mikið. Það er lagt til að samþykkja tilboðið Bréfverksmiðjunnar Stíganda verkið. Það er svona samþykkið í rétt. Þeir sitja hjá og það er myndið sitja hjá. Þá verður það komið. Þá getur það róðið útsendingu.